Ég segi bara að ég sé kona í lausagöngu. Ég hef aðal starfað því að fylgjast með og reyna að verða að gagni, en ég er fyrirverandi ýmislegt. Sko, ef ég á að tala um fyrirmyndir, þá voru þetta engar fyrirmyndir fyrir ungar konur þegar ég var að alast upp. Það er að segja ungar konur sem vildu láta sig muna í samfélaginu og hafa rödd og vera sýnilegar. En ég átti samt fyrirmynd og ég held að það fyrst og fremst verið langamma mín sem ég heiti í höfuðið á og fæddist reyndar á sama degi og hún. Hún var bara bláfátæk sveitakona í Húnavatnssýslu en hún tók sér rými og það fór af henni sögur og þessar sögur voru mér sagðar og það einhvern veginn áttaði mig á því að það er engin kona eiginlega í svo ömri stöðu og hún geti samt ekki látið sig muna og haft rödd. Allt þetta sem ég hef gert, þetta hefur fléttast saman. Eitt hefur leitt af öðru. Stundum hafa verið tilviljanir sem hafa ráðið í hvar ég lenti, en þó ekki. Ég hef alltaf einhvern veginn spunnið þennan þráð áfram sem byrjar þegar ég er ung kona, bara innan við tvítugt, í að verða virk í kvennabaráttu. Þar byrjar þetta og þann þráð hef ég síðan spunnið áfram með ýmsum hætti og þetta ýmsum útúrdúrum, en alltaf þessi sami þráður. Við áttum í orðikveðinu sömu tækifæri, en alls ekki í raun. Ég held að stærsta áskorun mín, ef út í það er farið, er að hafa verið hér á vettvangi og verið í ríkisstjórn þegar hrunið varð. Það var eitthvað erfiðasta tímabil sem ég nokkuð tíma farið í gegnum. Þá hætti ég líka í pólitík, það gerðist líka samtíða að ég var greind með heilaæxli og þurfti að fara í 3 aðgerðir. Þannig að ég það má eiginlega segja að ég hafi hrunið, heilsufarslega og andlega og pólitískt. En ég náði að spyrna mér frá þessum botni, ef maður getur orðað það þannig. Og það gerði ég bara með því að fara út úr íslensku samfélagi og fara yfir á alþjóðavettvanginn og leita fyrir mér þar og láta á það reyna hvað ég gæti og hvort ég gæti unnið mér og búið mér til nýjan feril ein og sjálf. Og það tókst. Og það sem skiptir kannski mestu máli, það er að hlusta á sína innri rödd. Það er að gera það sem finnst þér rétt og hafa kjark til þess. Það getur verið erfitt til skamstíma, en þegar til lengri tími litið, þá verðum við að fylgja innsæin okkar og okkar innri rödd og gera það sem við teljum við getum gert og það sem við teljum vera rétt.